Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason. Frú forseti, á fundi þingflokks Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs 21. mars síðastliðinn þá skýrðum við hv. þingmenn Lilja Mósesdóttir frá þeirri ákvörðun okkar að segja skili við þingflokk VG. Við teljum og töldum að forysta VG hefði orðið viðskila við kosningaloforð sín og grundvallarstefnu í veigamiklum atriðum. Við tíndum þar til ýmis atriði til stuðnings þessari ákvörðun okkar, efnahagsstefnuna sem byggir á áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í ríkisfjármálum fyrir árin 2009–13 sem var gerð í tíð fyrri ríkisstjórnar. Afgreiðslu fjárlaga gagnrýndum við þar sem samfélagslegar áherslur voru fyrir borð bornar og tillögum breytta forgangsröðun, tekjuöflun, fjárframlög til að koma í veg fyrir aukið atvinnuleysi og fleira var hafnað. Nú hefur komið í ljós það sem við vöruðum við. Fjárlög þessa árs hafa nú þegar leitt til uppsagna fjölda kvenna, einkum á landsbyggðinni. Konur hafa borið þungan af hagræðingu síðustu fjárlaga. Sú staðreynd blasir við á síðustu 2 árum að 540 starfsmönnum ríkisins sagt upp, 540. Það var mikill meirihluti, 87% konur. Og það voru 300 störf á landsbyggðinni. Og maður spurði sjálfan sig, hvar er hin kynjaða hagstjórn? Hvar er jafnréttið og hvar er búsetujafnræðið sem ég hef borið mjög verulega fyrir brjósti? Ég get nefnt fleira. Áður en VG fór í ríkisstjórn var flokkurinn einarar andstæðingur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, enda stríðir stefna sjóðsins gegn uppbyggingu velferðarsamfélagsins eins og mörg dæmi sanna. Nú er forysta VG og Samfylkingin orðin eins konar málsvara fyrir VG. Icesave er auðvitað ein samfelld sorgarsaga. Ég ætla ekki að eyða miklu púðri í það en vísa til ræðu minnar hér skýrslu forsætisráðherra frá því í gær. ESB umsóknina kem ég að síðar. Nú þvert á ítrekaðar samþykktir flokksárs og þingflokks VG og reyndar samstarfsyfirlýsingu flokkanna var ekkert aðhafst til að koma í veg fyrir áframhaldandi einkavæðingu HS Orku. Ríkisstjórnin hafði það í hendi sér að koma í veg fyrir þessa alvarlegu þróun og gat meðal annars gengið inn í kaup Magma og HS Orku á sínum tíma, en slíkt var ekki gert þótt ríkisstjórnin væri í dauðafærum trekk í trekk. Á sama tíma kaus ríkisstjórnin hins vegar að forgangsraða þannig að leggja 11,5 milljarða í sjóð almennar og veita bankar verulega fyrirgreiðslu á grundvelli víkjandi lána. Við nefndum líka skuldavanda heimilin og tregðu til að koma á móts við einstakling og heimili sem hefur tafið endurreisn efnahagslífsins. Við nefndum líka menningu og málfrelsi sem ég hef verið mjög upptekinn af sérstaklega eftir vinnu í þingmannanefndinni. Núverandi ríkisstjórn hafði umboð þjóðarinnar til að efla jöfnuð og lýðræði í landinu. Tilfinningin sem suddum upp með að ekkert hafi breyst. Framkvæmdarvaldið hefur ofurvald yfir Alþingi, löggjafarvaldinu og enn er foringjaræði í gangi og þar fram eftir götunum. Auðvitað er þetta stórmál, en það ræður ekki ákvörðunin í sér. Það sem ræður afstöðu minni til þessara vantrauststillögu er afstaða mín, eða réttara sagt eindregin og þrotlaus andstaða mín til ESB umsóknarinnar og ESB aðildar. Ég sagði það og hef sagt það að Icesave samningurinn sé skilgetið afkvæmi ESB umsóknarinnar. Niðurstaða Icesave kosninganna er því að mínum dómi skýrt vantraust þjóðarinnar á stefnu ríkisstjórnarinnar í þeim málum, þar að segja á stefnuna í ESB umsókninni. Þetta staðfesta skoðanakannanir enn fremur. Ég segi það að ríkisstjórnin þurfi endurnýjað umboð kjósenda í þessu máli sem varðar, eins og hér hefur komið fram, sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Því er líf ríkisstjórnar tímabundið hjóm eitt miðað við það að við stöndum í sjálfstæðis og fullveldis baráttu. Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar var okkur áskilinn 5 þingmönnum Vinstri grænna fullur og óskoraða réttur til málþings hvar sem er og hvenær sem er. Nú hefur það gerst að mikill meirihluti mála sem kemur á borð ríkisstjórnarinnar og
Alþingis varða ESB umsóknina beint og óbeint. Og þingmönnum VG, og það alveg ljóst að ESB mun aldrei samþykkja kröfur okkar, þingmönnum VG var lofað að það yrði flaggað okkar grundvallarhagsmunum, meðal annars varðandi auðlindir og fiskinn. Hvað heitir það í rýnum? Það hefur verið gefinn umtalsverður afsláttur. Nú heitir það tilmæli. Kröfur, forsendur og markmið okkar heita tilmæli ríkisstjórnarinnar til ESB. Það gengur ekki. Hér stend ég og get ekki annað en sagt já vegna ESB málsins.